Ágætu stuðningsmenn, gleðilegt nýtt ár. Við erum staddir bókstaflega inn á vellinum í Egilshöllinni og hér er náttúrulega með einn af okkar bestu sonum Tóka, Sjónar Þorgrímur Drásson, velkomin. Gleðilegt árið, Tóki minn. Já, gleðilegt ár sömuleiðis. Gaman að sjá þig. Hvernig líst okkur á þetta? Nýtt ár, fyrsti leikur, Valsmenn. Hvernig erum við stendur fyrir fyrsta leik? Ég kíkti á æfingu daginn og fylgdist með virkilega svona hraðri og snöggri æfingu. Það sem mönnum var ekki gefið neinn afsláttur og það er alveg klárt að Bjössi og Óli ætla að keyra bara á hápressu til að byrja með, get ég ímyndið mér, og þannig komast menn best í form með því að fá aldrei að stíga hælan á æfingum. Og ef við ætlum að halda því áfram núna næstu vikur og jafnvel næstu mánuði, þá var alveg pottþétt að menn verið í standi líkamlega. Og mér finnst gaman að sjá þessu ungu stráka sem er að fá tækifæri. Þetta er náttúrulega bara pínu nýtt fyrir okkur að þurfa ekki verið alltaf að fá einhverja gamla jálka sem er að bjarga okkur. Og mér sýnist bara að Bjössi vera með þetta algjörlega í teskið. Þetta lítur vel út, þó að sé janúar. Og ég hef bara gríðarlega trú á að ég þekki náttúrulega Óla Bjössa svo vel. Ég náttúrulega var með Óla öll árin þegar hann var landsliðsþjálfari og ég treysti þeim tveimur fyrir þessu verkefni. Rauninni burtséð frá því hvaða leikmenn eru og hvort einhverju munu koma. Maður sér þetta bara hérna uppbygginu sko að það er ekkert gefið eftir að það er bara að keyra og bara menn eru bara að pústa hérna sko. Ég ætla að vona að þeir klári 90 mínútur. Það er hungur í mönnum og við vitum það líka sjálfir sem íþróttamenn að þegar maður tekur á í leikjum og þá kemst maður yfir ákveðið svona þreytustig, eftir það getur maður hlaupið endalaust og það er ekki allir leikmenn sem fatta þetta. Sumir nefnilega hvíla sig, orðnir þreyttir og hætta, en ef menn halda áfram þá komast þeir í stíð og þá verður þetta skemmtilegt. Spyrja það einu, þessi leikmenn sem hafa komið, nýju leikmenn, svona það sem þú hefur séð þessu nöfnum, hvernig líst þér á svona þessa karakter og svona þessa sem hafa komið? Ég þekki þá ekki vel bara sem karaktera, en ég hef náttúrulega fylgst með þessum leikmönnum og mér finnst þeir allir spennandi. Kannski bætist einhver 1-2 í hópin, ég hef ekki hugmynd um það, en menn verða bara að sætta sig við það sem er. Hvort sem við erum einu sæti ofar í deildina en neðar skiptir ekki öllu máli, aðalmáli er að búa til flotta liðsheild sem Valsmenn eru tilbúin til að sameinast um. Og mér sýnist þið vera algjörlega rétti leið hvað það varðar. Síðasta spurning, lokatölur fyrir fyrsta leikum á DR? Vá, ég þekki að ég er náttúrulega ekki neitt, en ég held að við eigum að taka þetta 2-0. Ekki? Já. Ég sé það. Ég segi 3-0, ég ætla að vera svolítið góð. Ágætu stuðningsmenn, við erum staddir hérna á sjúkrabekknum og hér er Baldvin. Baldvin, af hverju ert þú hér og hvað er verið að gera við þig? Hvað amar að? Það er eitthvað smá vandamál í ilinni bara. Já, hvað viltu ekki miklu frekar vera að spila hérna 6-0 fyrir ekki í hálfleik og þú ætti að vera frekar á vellinum, eða ekki? Ég er endur ekki komið leikamild en... Það er kannski smáveginn, ég segi það ekki. Svona, hvernig svona, fyrir utan líka hérna bekknum, hvernig ertu svona að fíla það að vera komin í félagið og allt þetta? Þetta er bara so far so good. Ekki? Jú. Og það sem þú hefur séð af leiknum sem ennum ekki mikið, svona, hvernig svona líst þér á þá sem eru hann inn á vellinum? Þetta er bara, ég líst mjög vel á þetta. Ekki? Jú. 6-0 í hálfleik, bjuggust alveg við þessu? Nei, kannski ekki alveg, maður bjóst kannski við aðeins jafnari leik og maður vissi alveg að við ættum að vinna þá sko. Já. Ég vil fá, það er erfið spurning, ég vil fá lokatölur frá þér, spá lokatölur. Ég held að þetta fari svona 9-1. 9-1? Já, 3-1 setna leikur. Valli, hvernig lítið þetta út? Er hann að fara með sérna á tímabilinu eða hvernig lítið? Spilar ekki þennan leik. Spilar ekki þennan leik? Eru þið búin að útiloka það? Það er útilokað. Við vonum það besta. Óli minn, gleðilegt ár. Gleðilegt ár. 9-1 í janúar. Við verðum kannski ekki Íslandsmeistari í dag. Nei, þetta var fint leikur hjá okkur. Eða ekki? Bara ánægð með það. Hvað ertu ánægðastu með? Ég er bara ánægð með að við getum halda svona haus í leiknum og spila kraftjalla leikinn út í gegn. Ég er ánægð með það. Margir, náttúrulega ungi strákar, þetta er blanda, en það er samt sko, það er gretta ef við getum orðað þannig. Mikið, það er gott spil, menn vilja, eru viljur og... Við erum með, eins og búin að segja, það er átt kjarnar leikmenn við Val og þeir sýndu það kvöld og þeir eru fínu stundum. Þannig að þið Bjössi eru sáttir og sælir, þetta er gott. Já, þetta var bara mjög fínt og þetta var náttúrulega
ekki mikið mótspilna þannig lað, en það þarf að klára sína leiki og við gerum það og héldum haus allir tíma. Flott. Ágætu stuðningsmenn, við erum ekki að horfa á Backstreet Boys, en þetta eru Valsmenn og þeir byrja nýtt ár með stæl. Gleðilegt ár, piltar. Takk svo leiðis. 9-1 á móti ÍR. Við kvartum ekki til því. Það mútur að 10 eða ekki? Það er náttúrulega að vera 10. En Haugur, svona sem fyrirliði, hvernig er svona meturu frammistöðu þinna lærlinga? Þetta var bara fínn fyrsti leikur. Það er máli að nota leikina til að koma okkur í alveg stand og sjálfsögur reyna að spila til sjóðs. Bjarni, er þetta þægilegasti leikur sem þú hefur spilað í þessari treyju? Nei, alls ekki. Alls ekki? Ok, en hvernig meturu þennan hóp sem þú ert í núna? Þú veist, við erum í janúar. Hvernig svona finnst þér takturinn vera svona, hvað var þjálfarinn komið með nýtt og svona, hvernig finnst þér leikmenn vera að taka við því? Ég veist kannski ekki alveg komið tíma að fara að dæma það núna. Nei. En Óli, hann bara vill að við spila fótbolta. Séum ekki mikið að sparka langt. Hann vil, eins og hann segir, bara senda næsta rauða. En hópurinn er nú bara nokkuð fínn og það kom að mér þjálfari í Val, reyndar ekki í fótboltanum. Hann og sagði að honum finnist vera annað yfirbræði yfir hópnum og að þá er ég ákvæða langt og ég bara vona hann að vera rétt fyrir sér. Þórður, þú skoraðir í fyrri hálfleik. Ég var ánægður með þig. Og þú meiri sem náður að skora þegar ég var akkurat að taka mynd svona close-up. Þú náður þessu? Ég náði þessu. Takk fyrir það. En hvernig fannst þér liðið svona séð aftarlega vellinum? Í dag? Já, hvernig fannst þér þetta að lúka? Mér fannst glitta á frábærum spilköflum fram á því. Sérstaklega í markinu á Kitta og Ragga. Það er ekki tvö sem eins. Þegar Kitta tók hann í hlaupunni, það var líka með Kitta. Nei, þegar Raggi tók hann í hlaupunni. Tvö mörg sem voru stórglæsileg. Stórglæsileg spilum. Kitti, var þetta víti? Var þetta víti? Þetta var víti, en ég reynir alltaf að standa í lappinnar. Ég hefði getað tekið það með hálfum, heila hringkasti. Það var alltaf að vera pjúra víti. Það var alltaf ekki refsum fyrir að reyna að standa. Einar Karl, þú stimplaði þig með ágætismarki. Ég vilja meina það sé fallegasta markleiksins. Lýstu þessu fyrir mig metra fyrir metra, þessu marki? Þú voru átt að kíka á þig bara. Það kom einhver fyrir ekki að þetta fyrir og minnum með einhverju ír-görðu við skallaðan út. Ég er alltaf bara að auka einhver með bjössa en alltaf taka bara á kassan og klíndi hann bara skeitin, það er logísk. Loka spurningstrákar til ykkar fjögurra. Hvenær ætlar þessi maður að fara í klippingu? Sjáu þið þetta? Mér passlega finnst það mjög sexy svona. Er það í alveg? Mjög kynþokkafullur. Líka buxurnar. Það er bara aðeins. Svipurinn á Bjarna, hann segir meira en mörg orð. Hvernig sé búið? Þú voru að skoða vídeo. Strákar mínir, ég er ánægður með ykkur á nýja ári og þetta er bara batnandi. Gaman að heyra ykkur og við sjáum.